Þannig til hamingju með að vera að koma með liðið í úrslitaleikin og ég verð bara að fá að byrja að spyrja þig eftir fréttir dagsins. Þannig að satt það í þínum mönnum, þið virtust vera svolítið lengi í gang? Nei, ég held að það ekki sett í okkur mönnum, bara frábær hittni, Fjölnismann og skipulega þeirra hálfu til að verjast okkar aðgerðum og gera það vel í sókninu hjá sér sjálfur. Það gerði það vel og það var það sem að sló okkur út af laginu og við vorum lengi í gang. Þeir voru að hitta svakar, þeir eru 10-16 þristum í fyrirháleika en hvað, var eitthvað sem þú breytir í háluleika eða var þetta bara meira effort þannig séð? Já, við tölum náttúrulega það í háluleika, það væri mjög ósennilegt að við myndum vera að skjóta svona allan leikinn. Þeir eru með 6 af 20 tveggjastega í fyrirháleik og ég veit ekki hvað við náðum seinni en við vorum að loka nokkuð vel teiknum. Við gáum mörg frísaskot bara eins og bara gerir stundum. Þeir hittur oss svona vel, við tölum það í háluleik. Gerðum svona smá álaganir bara miðbyggi þriðja og náðum svona að slíta á hans frá okkur með góðri hittni líka bara frá okkar mönnum síðan Valdas og Arnar og Óli setur þessu spjaldin og svona þannig að það var í lagi. Já, og vörnin í fjórða, hvernig fór fjórðuleikurinn? Hvað munaði ekki nefnir fyrir 30 stigum? Ég held að það verði eitthvað 26-11 eða eitthvað svoleiðis. Já. Ég held að það var eitthvað svoleiðis þannig að það var bara vel, ég var mjög ánægður með þá framistöðu að strákurum að bara stíga enda meira bensinni í fjórðuleikum og bara slíta ykkur almennilega frá þeim og það bara gekk eftir. Þetta var svo sem bara erfið fæðing, verður það ekki bara að segja þeir eru undir í hálfleik og... Fjölnir er bara með gott lið, ég er bara, ég þóla ekki eins og, deildin er bara ótrúlega sterk og þeir eru bara að lenda undir í baráttunni í vetur. Óheppnir oft tíma. Óheppnir, og við stálvinnum leika þeim, í fyrri umferðinni. Þeir vinna Keflavík skora 106 stig á þá í bikarnum. Það leiðis umræða, Falur, flottur þjálfari með flotta leikmenn, þetta er bara krefjandi deild. Þeir þurftu kannski að vera dýpri á bekknum, fá kannski meira input þaðan, en bara erfiðir við að eiga og þetta var bara hörguleikur og það er kannski skemmtilegt að horfa á hann. En þá kannski að málum ána, þú ert þá komin í úrslitaleikin og stendur frammi fyrir þeim leiðilega veruleika að setja dæmdur í bann í dag. Hver eru fyrstu viðbrögð? Það er bara rosalega súrt. Þetta er náttúrulega heimskulega tjáðum að gera þetta raunverulega í leiknum. Ég er ekkert að afsaka það. Nei, það er enginn að. Ég meina bara samt náttúrulega viðbrögð líka það er ríkt á aftan hausinn og þú beigir niður og Kyle gerði það bara. Ég veit ekki hvort það var að íkja þetta en ég held það ekki. En síðan stendur hann upp, fær boltan og fyrir sókn. Þetta átti ekki að sjást, en það sem málið þetta bara opna upp svo hættulega dyr. Það sem að leikmenn, þjálfarar, stjórnin getur komið á framfæri og kært eftir leiki því að KK í aðeins er ekki raunverulega kannski að treysta dómurum nægilega við fyrir starfinu og þetta dregur úr trausti í leikmenn og þjálfara að dómarinn getur ekki kannski dæmt þetta almennilega hérna inn á vellinum því að þá þarf kannski að skoða eitthvað eftir og það er kannski bannandi frá því. Það opna bara upp svo leiðilega möguleika raunverulega og ég er ekki ásakað það. En ég á alveg von á því að aðeins þetta er verið yfirvinnu í úrslitakeppni. Bara síðustu 4 umferðirnar og úrslitakeppni, ég held að þeir eru eftir við yfirvinnu því það er hægt að finna allt í hverju leik. Það er hægt að finna olnboðskot, það er hægt að finna högg hér og það sem er dæmt en ekki dæmt á gólfinu en það verður ekki skipta máli því það er bara hægt að horfa á vídeo, horfa í slow motion, horfa á hættu sjónarhorni þótt að dómarinn hafi séð það í leiknum gegn Stjörnunni. Þetta atriði, þið sáu þetta en við sáum þetta bara ekki með þessum hætti. Bara það sem það var eitthvað stórt á samfélagsmiðlum og fótt að slow-mo vídeo og svona bara þreytt og ég er bara ógætt að pyrra núna með að fara í bikarúrslit skilurðu með mitt sterkasta lið en heimskulegt atriði hjá nýlega strák sem er að koma til liðs með okkur og spila sinna annan atvinnumanna leik og sýna ykkur svona hefðum. Það er bara leiðilegt og ég er bara ógætt að pyrra því að hann skulle verið banni. En já, hefur ekki samt bara að hafa það alveg á hreinu, að þú hafa það á hreinu að þú fékkst á því svona gagnrýni fyrir leikina móti Haukumarsu þegar Gerald og sömu vildu meina að þú hefðir ekki átt að vera með það og það er ekkert svæl núna, nú er bara einfalt að safna liði og mæta bara með liðið bara dýrvittustöð. Grindvíkingar munu fjölmenna hérna veit ég, það eru allir brjálaðir yfir þessu, það er dálítið Davíð á móti Golíat virðist þeirra. Og það er bara stundum hefur talið betur ekki. Jú, sjálfsögðu og hann gerði það nú í den en það sem við fyrir að hafa í huga, það er ykkur afsakanir, þetta er bara bikarúrslitaleikur og það er bara eins og landslagið er, ég ætla að vera á væli því að við segjum sett, þeir segjum Dakar, hinn og þessi, blablabla.
Bara ég treysti mínum mönnum bara fullkomlega sem alltaf koma innan á gólfið og ekki á gólfið hérna á laugardaginn. Gera þetta bara almennilega og ef við getum farið sáttir með frammistöðan okkar á gólfinu, þá ekki þetta að gera þetta betur. En við verðum að gera þá allt sem við okkur valdið setjum til að gera eins vel og við getum. Það lokum hvernig gískar á þessi leikur fara á eftir og hvort liðið viltu fá í úrslitaleik? Hvorugt. Takk.